Trölli jólaþjófur og aðrir aðeins hressari jólanjólar. Þetta hlaðvarpið 2 á toppnum og það eru alltaf við sömu toppmennirnir, Oddur Ævar og Tóti blaðamenn sem höldum utan þetta. Þetta mun vera þáttur númer 81 og þetta tekið upp 16. desember og þetta síðasti þáttur fyrir jól. Jólaþáttur. Já. Hrygg ykkur með því að við náttúrulega bara ekki tekið frí síðan við byrjuðum Oddur bara. Nei, aldrei. Hárrétt. En við nennum ekki að hendvúttækta á öðrum jólum. Það takk ég. En að því þetta náttúrulega, jólaþáttur á reynum við náttúrulega að vera, ég í sparipeysunum minni og við erum með alveg rosalega tignan og flottan gest. Nákvæmlega. Aldrei svo. Já. Alvöru gest. Já. Það alltaf með platgesti? Já, við erum mjög oft með platgesti. Gamla fyrirvætti vinnufélaga sem að nenn að koma. Grípa einhvern frá með gangi bara. Nei, við erum alveg verið með Balta og Hannes Þór og hann alvöru? Já, og Egil Helgason og Ísla Jökulsson. Já, við erum ekki alveg gladaðir. En við ættum kannski að kynna Já, ég var að gera það. Það var aldrei sama Hamilton. Já, takk fyrir. Leikkona. Og hún er búin að segja okkur að þú hafir ekkert alltaf verið mikil svona jólastelpa. Nei, ég myndi ekki til þeim sem leikkonu og jólakonu. Nei. En við allavega náum þér núna á þeim forsendum að þú ert að leika í jólamynd. Já. Sem að komin út en ekki strax. Nei, einmitt. Við vorum að tala um það að hún kemur ekkert á Íslandi fyrir bara næstu jól. Einmitt. Og verður þá sýnd á Stöð 2. Verður sýnd á Stöð 2, gaman að því. Og heitir The Christmas Quest. Já. Og sem sagt, þetta náttúrulega alveg legendary stuff Hallmark-mynd. Já, hvað ekki taglinan Jack the Fjords? Það ekki? Ég held það. Þetta alvöru. Alvöru framleiðsla. Þetta var think tank lína, sko. En kannski áður en að við sökkum okkur inn í þessa mynd sem kom mér allavega eiginlega ánægilega óvart. Ég átti nú eiginlega ég kunni Oddi litla þakki fyrst en að segja mér ég að horfa á Hallmark-mynd, sko. Já, þú veist, Hallmark-myndir. Þetta eru mjög svona ánægulegar fjölskyldumyndir. Þetta bara Hallmark hafa bara fundið upp fílgút, sko. Já. Það alveg En þetta jóla vesen Netflix svona einhvern veginn virðist vera svona óvenju öflugt núna. Einmitt. Við náttúrulega hvoru, já þú ert byrjar á Black Doves. Já, ég er búin að horfa á allt. Okay. Búið með allt, sko. Sem að ég sé á Facebook að gott stað. Ég sporra ennið þessu öllu, sko. Ég er með þess að búin að horfa á Carry On, sko. Já, það er einmitt myndin sem Nei, ég veit ekki að tala um. Það er einmitt myndin sem ég ætlaði aðeins að nefna. Carry On, ég sá þetta sem sagt auglýst í nóvember og ég er búin að vera spenntur fyrir henni. Spennumynd. Gerist á flugvelli. Og hvað heitir hann? Egerton. Já, þetta er eitthvað sem hann leikur í Knights Men. Kingmen. Já. Kingsmen. Náttúrulega, þessi mynd sem sagt, þetta Netflix spennumynd og virðist vera bara helviti góð með það sem ég hef heyrt og séð. Og en það fyndna við hann það að hún er búin að strádrepa fólk út allan heim í Vammageddon sem gengur út að það komast frá 1. desember fram á jólum á þess að heyra Last Christmas með Vam. Ég er fallin bæði, ég horfði á myndina. Og ég er náttúrulega búin að taka þessa keppni mjög alvarlega í nokkur ár. Ég var náttúrulega að koma svo framfæri við þjóðina í fréttablaðinu, mástu? Ég man eftir því. Já, ég er ennþá lifandi, sem sagt. Þú ert ekki búin að hlusta það? Nei, það er bara því ég er náttúrulega Facebook-hópur, Vammageddon 2024 og það var bara bergmála bara allan heim. Ég deyr! Helvíts Netflix, Carry On! Bara búin að vera. Þannig að svo var einhver kelling sem kom, passi ykkur bara eftir klukkutíma og korter þá byrja lagið, þannig að maður getur svona stöndum við saman, sko. Þetta er góður, samborgari maður. Já. En ef ég ætla að taka Vammageddon alvarlega þá get ég ekki horft á hana fyrir bara á jóladag, sko. Nei, einmitt. Ert þú búin að hlusta á Last Christmas, Aldís? Fyrir þessi jól? Hefur heyrt það, lagið? Ég hef heyrt lagið. Já, þá er það fallin. Þú veist, hún vissi náttúrulega ekki að væri í gegn, sko. Nei, ég meina, ég hef heyrt lagið á minni lífsleið, skilur. Já, ok. En ekki núna fyrir þessi jól? Nei, ég held ekki. Ég ætla ekki að ljúga, þetta er ekki lag sem ég sett á fóninn, sko. Nei. En þú veist, ég geti vel verið í alvöru, ég gæti að heyrt það og bara fatta það, sko. Bara 100% innumeitt út hitt, sko. En Aldís, þegar okkur dætti í huga að fá þig. Þú er náttúrulega ferð með klára Last Christmas.
Ef við klára það? Já, nei, okay. Því að sko ég drafst mjög snemma bæði í fyrra og árið þar áður en nú er ég ennþá lifandi á stakuru nú verða vinnuveitandi þín ekki ánægðir ég er búin að slaufa bylginu Þú ert búin að slaufa bylginu? Það er bara geisladiskar í kýltækinu sko bylgjan draf mig síðustu 2 ár sko og en svo er ekki að því að sko þetta lag er 40 ára í ár og það var að koma út svona það var að vera að pressa á vínil og allt núna sko þannig að þetta er stórhættlega tími sko og ég er að fara út í Alda Music og eftir og ætla að kaupa 12-tómura sko þó ég hatti bara því að ég safnari sko þannig að þá er ég í sjálfsmórshættu það sem eftir er fram að jólum sko. Þannig að ef ykkur setur þetta á heimahöður þá er þetta það spilir engin fundinum að ég heima hjá mér sko en ég er náttúrulega en svona bara þegar ég er að svelta mig svona á því að hlusta á þetta lag sem að ég er djúran maður þannig ég hatti alltaf þá er ég saknaði svolítið að vera ekki búin að heyra það þetta er svona Þannig að þið langar að hlusta eiginlega, þetta er mjög óþægilegt maður er alltaf að kynast sjálfum sér betur Heru, þá er ég sé búin að koma því flesta frá mér sem að það búin að líka á mér Sko að þegar við heldum bara automatically þú væri bara ekkert eðla mikil jólakona fer með risastórt hlutverk í þessari mynd sem við með það eftir að kynna almennilega fyrir hlustendum en þú ert ekkert mikil jólakona Það er ógeðslega fyndið, pældi ef bara ef allir sem leika í Hallmark þurfti einhvern veginn að fara í gegnum eitthvað svona jólapróf það var ógeðslega fyndið Var það ekki þannig? Það var ekki þannig Nei, ég fór vissulega í pröfu fyrir þetta hlutverk ég fórst ekki að þreita neitt jólapróf Ég er að verða það myndi ég segja, það er bara mjög stutt síðan ég er náttúrulega, eins og öll börn jólabörn vonandi þá svona misti ég áhugan bara þegar hvað segir maður, það fer svolítið svona glansinn af þessu á fullorðins árum eins og við komum líka inn á það bara Sjarminn og mystikinn þegar maður fattar þetta trikk með skóin og jólasveinin Já, en líka bara síðan er maður gerður ábyrgur fyrir því að standa í þessu það er annað, maður er eftir þú sjálfur að fara þrífald heima hjá þér og fara í djúprinsun og öllum skápum ef þú ert þess eðlis sem ég vissulega er og þarft að fara að hugsa út í hvað þú hafi jólamatinn það er ekki lengur bara þannig að þú ert svona einhvern veginn neitandi á jólunum heldur ert þú allt í orðin skilur atvinnureikandi jóluna og það var ekkert rosa gaman þannig að ég sóttist svolítið í að þegar ég var í fluginu, ég var flugfreyja hjá Icelandair og þá gátum við fengið að fara í svona jólaferðir það vildi náttúrulega, fæstir viljið það sko það var svona kvöð, þannig ég var mjög duglega að bjóða mig bara fram og það var nú bara gert í tvígang en ég var á jólunum í Chicago og ég var í Toronto og það var bara, það eru alveg með svona uppáhalds jólunum mínum þannig séð sko, allavega svona kannski á 20 árum en núna finnst mér rosa gaman þegar að COVID kom þá held ég líka að ég hafi kannski náð svona aðeins bara að kjarna mig, ég held að það sé líka málið maður er án svo tættur í lok árs einhvern veginn, sín koma jólin og þá er allt fyrir allt í botn og það keira út öll verkefnin, þú ert síðan að fara að taka á þig ógeðslega mikla hvað segir maður, mentalóti eða svona vitsmyndilega byrði eða þannig að fara að pakka inn og kaupa fyrir alla og plana og gera og allt græja þannig ég held að ef maður er ekki vel svona kjarnaður, situr ekki alveg nóg vel í sér þá verður þetta bara eiginlega, óyfirstíganlegt fyrir mjög mörg þannig að COVID svona kom mér svolítið bara einhvern veginn á 0 punkt og þá fór mér að þykja ógeðslega jólin aftur mér var bara rosa gaman að vera bara föst heima hjá mér og vera að baka og ég held ég hef farið í svona væga jólamanju fór að vakna klukkan 5 á morgnana að gera jólakort smá svoleiðis 5 á morgnana? Já, ég ætla ekki að mæla með þessu og þetta var alveg skrítið, ég myndi aldrei gera þetta núna held ég Aldrei að segja aldrei en ég allavega var greinilega í miklum jólagýr og núna er ég bara spennt sko nú er ég bara mjög spennt Ég er allan að spenntu fyrir jólum eftir að hafa séð Christmas Quest Hvað heldur maður? Já, þetta er þessi mynd Christmas Quest og við ætlum að kynna hana Já, er Hallmark mynd og þetta er þess að aðalpersonan er ungona, forðlega fræðingur eitthvað svoleiðis og mammenar sem er látin hafði þess að stela eitt allir sinni starfsæfi að leita uppi eitthvað jólasveina fjársjóð á Íslandi og hún tekur við keflinu eða þetta byrjar nú bara eins og Indiana Jones mynd kemur svona fýtt ríkur kall sem er til að fjármagna leiðangur til Íslands að finna jólasveina fjársjóðin af því að það er búið að finna
þarna, Já, eitthvað hotn já, í hotnið, já, Skotlandi. einmitt Já, og hún fer af stað og tekur fyrirverandi eiginmann sinn með sér sem kann að lesa rúnir að íslensku. Já, sem er góður í Old Norse. Já, en var samt bara upptekinn með að selja jólatrí á jólatríasölu foreldra sinna í Boston, sko. sem nú bara reyndar samt á Íslandi. Já, ég fannst það ekki eðla skemmtilega. Hei, Íslendingar er Boston, vilja svo plokka marga. Býtu, er þetta ekki tjörnin? Býtu. Og já, og það er svo náttúrulega bara taka við heilmikið ævintýri, ekki bara í Reykjavík, heldur bara út alla trissur. Og sem sagt, það er náttúrulega margt svona sem að gera hana, held ég, þessi mynd áhugaður og sérmandi fyrir okkur Íslendingana, að fylgja bara gerist í Íslandi, og svo náttúrulega fullt af íslenskum leikurum sem dúkka þarna upp. Og þú ert nú bara sannlega í svona stærsta íslenska hlutverkinu. Já, það var Óli hérna líka. Já, ég og Jóel erum kannski, þú veist, ég til dæmis vissi ekki hversu stórt hlutverk hann var með, ég vissi bara út frá dagafjölda, þá var ég frekar marga daga, en það var bara því ég var að skottast út um allt. Hann er í rauninni kannski, þú veist, með örlítið meiri bara boga, kardiboga, sko. En fólk verður náttúrulega bara að horfa á dæmum það sjálft, hvort okkar er meira aðal. En svona hvað bara Já, þegar ég var að horfa á myndina, þetta svona, maður fikk svona svipan fílingu þegar vorum að maður horfa á Netflix, Eurovision myndinans Will Ferrell. Ég held alltaf fyrir okkur, þá er þetta svo fyndið þegar bandaríkjamenn eða Bretar eru að bögla út úr sér íslenskum orðum. Þetta er líka bara svo fáránlega íslensk mynd, sko. Þú veist, ef maður setur þetta saman í Eurovision myndina, Will Ferrell, það kom miklu meira fram af íslenskum reffum í þessari mynd. Það er jólabókaflóðið. Já, ógeðslega fyndið það. Það er bara lauga, brauða, Leaf bread. Já, þú veist, það er skatan. Why does it always have to be skata? Uppáhaldskótinu í sögu heimsins. Þetta er besta kót allar tíma, sko. Það er ótrúlega fyndið. Já, þetta er bara mjög góða punktur hjá þér. Ég hef ekki hort á Eurovision myndina. Nei. Ég er agaleg. Hvorki fyrir jólin nýja Eurovision. Nei, nákvæmlega. Ég horfi, bara eins og þið voru að tala þó sem ég hafi ekki séð sem þið eru búin að horfa núna þess að þætti, ég er rosa mikið í bara svona þáttum, mér finnst það ekki gott drama, en já, það er rétt hér og mér finnst líka gaman að sjá í gegnum og það ég held að þetta er svona smá, þú veist, þetta er bara svona lilla ekoðumanns, bara já, hvað finnst þér skemmtilegt við mig, þetta er svona svolítið þessi fyrir okkur Íslendinga, finnst ykkur jólabókaflóðið spennandi, en áhugavert, skilur eitthvað sem að við erum bara svona já, jólabókaflóðið, þetta er bara eiginlega, þú veist, bara einhverjum mjög eðluga partur af lífinu, maður pælir ekkert í því, maður er ekkert jæja krakkar, steytist í jólabókaflóðið. En það er svo geðveikt í þessar mynd að þegar Ísland skipti mömmu hennar, aðalpersonar, svo miklu máli og hana þar á leiðandi og hún er líka einhver sérfræðingur í jólasveinum og íslenska menningu. Jú. Þetta er geggjað þessu fárlega skemmtilegu sögurþráður og þess vegna er Íslandi í svona rosalegu stór hlutverki en ég veit hvað sem okkur finnst svona sjálfsagt sko og gaman líka bara að maður sér þetta svona með augum þess að maður stendur glögt er gests auga það er svo jólabóklu og stundum við segja þetta orðarsmynd Jesus Christ, hvað við erum ógeðslega hallar þetta er þjóð sem maður kallar sér bóka því að hún kaupir bara bækur í einn mánuð ári sko. ógeðslega fyndi nei síðan er sko, það sem ég var að sjá núna bara Instagram hjá mér daginn, vinkuna var að deila bandarísk, það er verið aktíft að rómantisera þetta svo svakalega að hún deilir, að því að hún hefur komið til Íslands og henni finnst Ísland æðislegt náttúrulega bara eins og allum og hún deilir frá einhverju svona Instagram síðu sem er alveg, þú veist, 1 billion eitthvað svona the female witch, eða eitthvað svona mjög flott nafn, Instagram nafn og það er bara eitthvað in Iceland á hverjum jólum þá gefa allir hvorm öðrum bækur og síðan setjast þeir upp í sófa á aðfangadag með heitt kakó og lesa og þetta kallast jólabókaflóð og hún deilir þessu og ég finnst það bara þetta er alltaf svo ógeðslega ekki svona en þetta er bara svo ótrúlega fyndið og ég hugsaði að ég veit ekki af öllum svona öllum því þessum false news sem koma út Ísland þurfum við eitthvað að læra þetta? Nei. Er þetta ekki bara rosalega krútlegt? Þetta bara setur okkur í rosalega svona eitthvað sjarmerandi ljós. Alveg svakalega maður. Og kannski bara var til þess að fólk bara lesa meira annars staðar í heiminum. Einmitt. En svona, hvernig dettur íslensk leikun eins og þú inn í þetta? Hvernig það er nokkuð reynd að framlýstilið hefur alveg bara búið að stúdera Ísland alveg bara Já, ég svo sem veit ekkert jú, þau ljóta að hafa gert það en að því sögðu þá er náttúrulega þetta er svolítið svona framleiðslu, þetta er bara svona hröð framleiðsla á svona handritum, þau eru sko þetta er það er núna dagatal í gangi hjá Hallmark
Ég ætla ekki að segja þau séu með nýja mynd á hverjum degi, en þau eru með, sko, ég held að hafa tekið upp 7 jólamyndir. Einmitt. Countdown to Christmas, Já. þetta er risadæmi. Þetta er sko risadæmi og í þetta sinn þá voru það líka skotnar eiginlega út allan heim. Þannig að það var hérna finnsk mynd sem var skotin á Íslandi og í Finnlandi og það er líka íslenski leikari í henni, The Finish Line. The Finish Line, geðveikt nafn. Já, þetta er líka sko hérna Ævar hérna vísindamaður var að segja mér að þetta er alveg titillinn er allt, þú veist, það er bara rosa mikið púður sett í titillinn alltaf, þannig að The Christmas Quest, The Finish Line og eitthvað svona hvernig þetta ég inn í þetta, það var núna, sko, hvernig þeir rettuðu svona mikið á jólatrjám, veit ég ekki, að því að við skutum þetta páskana. Þetta var skotið páskana? Þetta er skotið páskana, bara í miðjum páskana fyrir við frí, nei, við tökum en ég er í Borgarleikhúsinu að sýna pilluna og fæ símtal frá hérna Garunu sem var að sjá leikaraval fyrir Finish Line og segir að hún vill rosa mikið hérna fá mig og einhverja í þetta það var ekki hægt af því að þetta voru einhverju, þú veist, það þurfti að fara til Finnlands og skjóta þetta på Íslandi og það var ekki alveg víst hvað dagar þetta og eitthvað, þannig að ég sagði nei því miður, maður stókist að leiðilegt þannig að ég var alveg já, mér að Hallmar, þetta er bara, þú veist, þetta er bara good time, þú veist, bara stemming og stuð og ég rauninni verið að játa, ég vissi ekkert Hallmarkmyndir, ég var svolítið græn. Ég skil það mjög vel, ég held að sé ekkert mjög margir Íslendingar sem að þekki Hallmark eitthvað fála mikið. Nei, nákvæmlega, samt lígilega. Já, sennilega, ég veit bara, sko, því að fyrsta kona mín, sko, það vorum vinir hérna, hún klár grunnskóla, hún fór til Bandaríkjum sem skiptinemi, sko, kom heim árið setna og kynnti mig fyrir HBO og Hallmark og svona ýmsu sem var mjög framandi þá náttúrulega, sko. Já, ég þekkti bara Hallmark á kortin, já. Ég fannst það gaman að senda svona netkort sem var svona interaktív því ég var lítilega því ég á fjölskyldir alltaf í hérna Ameríku en allavega, ég get ekki verið í Finish Line, það var bara þannig, leiðilegt og hún hérna, skilir það fullkomlega en segir, ég veit að það er verið að skjóta fleiri myndir má ég ekki bara heyra þér fyrir næstu mynd bara jú, geggjað, æði og páskarnir hérna ganga í garð og það er einmitt páskafrí það var líka í leikhúsinu og það er svona eitthvað aðeins hérna, þú veist, sýningar eru bara eitthvað 3-4 sinnum í viku þannig ég var orðin aðeins lausari og ég sem sagt er beðin að senda inn pröfu og á pröfunni stendur að þessi karakter er held ég að byrja 50 til 60 ára og ég strax segi við umbós hérna skrifstofunum mína bara nei, ég meina þetta er bara eitthvað vitlaust, það er ekki eitthvað annað hlutverk nei, það er eiginlega ekkert annað svona kvenmanns hlutverk sem þú nefnir bara aðal en hérna, þú sendir þetta bara inn og ég er svona, þið viss ef ég ekki að hafa samband við þig fyrir að ég segi eða orku og allra í að senda eitthvað inn, ég er náttúrulega þú veist, ég kannski lítil út fyrir að koma á aldur en ég er ekki komin svo langt skiljið og hérna og það bara, jú, sendi þetta bara inn í alvöru, þú veist, þetta er allt bara í flæði senda þetta inn, þannig ég tek upp pröfu og ég lópa peysu og allt skilji sendi inn og annað sem var líka æðislegt er að lýsingin var alveg bara svona sjúklega íslenska kona og þú veist, núna höfum við ekki myndband en svo fólk veit, þá er ég ekki kannski stereotypiskasta íslenska konan og ég var meira sem með svona fléttur svona eins og afrófléttur svona tíma og ég hugsaði aftur bara Já, en er þetta bara hárið þitt sem með í myndinu? Já, þetta var blanda hárinu mín og hárlengingum en við vorum að vinna með þetta fyrir pilluna Já. Þannig að ég var líka aftur bara þau eru aldrei bara að ráða mig skilur ég henda með lópapeysunni for good measure og síðan bara líst leikstjórnum rosalega vel á þetta og byrja með að heita mig nema ég er upp í bústað þannig að við ættum að taka út Zoom-fund og það er alltaf smá vandræðilegt og þrótað þannig að hún Garun sendir á mig og spyr ertu ekki með sjóril? Jú, ekkert mál, senda hann á sjórilið sem ég er mjög stolt af og klippti sjálf og síðan bara hálftíma seinna kem bara hvort er aðeinn? Það var bara þannig, já, og mér finnst það fyndi að því að sjórlið er náttúrulega bara svörtu sandar og eitthvað svona mjög þungt efni og lítið Hallmark það er ekkert Hallmark í því bara alls ekki, það er bara eitthvað svona rosalega þungt dramatískt efni og ég sagði, já, ok, ég veit ekki hvað þið ætlast við að fá frá mér þú veist, fyrir Hallmarkmynd en já og voru svo tökum bara, þú veist hvað leið langur tími þetta byrjaði allt og... Já, sko, þetta hefur okkur verið í svona febrúar eitthvað svo leis, tökur hefjast í lok mars þetta var ekkert þannig, við vorum ekkert að æfa eða eitthvað þannig, maður fær bara sendt handritið og ég ákvað að vera svolítið
hvað maður segir, svolítið djörf og bara las bara mínar senur af því að mér langaði síðan bara að horfa á myndina Já, og ég vissi að karakterinn minn stæði svolítið fyrir utan, þú veist, ég þurfti ekki að vita samhengi þeirra og kannski var bara betra ég vissi sem minnst þannig að ég einmitt fekk að horfa á myndina bara svolítið svona kalt, það bara mjög gaman sammála þér, hún kom með skemmtilega óvart tökur voru hann í lok mars og út apríl held ég, þetta voru ekkert nema 25 tökudagar eða eitthvað sem mjög stutt sem ógeðslega stutt já og ég var með 11 eitthvað svolítið, 11-12 daga og var þarna líka sko í pillunni og í tökum á tölvuleik þannig að það var einn dagur þarna sem átti að slefa upp í 40 klukkutíma á tökum en ég náði að leggja mig 5 tíma og náður einhvern veginn, þú veist, hvernig gefur maður sér eitthvað jólaskap þegar maður er að taka upp jólamynd páska? Nei, ég myndi ekki að segja það mér fannst þetta mjög fyndið með við skutum senu sem alveg bara svona, þú veist, á að vera rosa jóluleg og maður með þarna eitthvað mikið gert úr þessu eggnogi í myndinni mikið verið að tala það eitthvað sem við höfum enga tengingu við Nei, bara náttúrulega viðbjöður Nei, og veist, ég svo ósamlega reyndar, ég var ekki að smakka raunverulegt eggnog, ég var að smakka grannkjörútgáfu af eggnogi, mér var alltaf sturglað ég gæti drukkið þetta alla dag, ég geti byrjað dæmin á þessu Þetta er eggjapúns það er íslensk orðið Já, ekki Ég hef aldrei smakað Ég er sko komið fyllibita sko Já, ég skil og það er svo sjaldan sem ég hef lent í því þegar ég var að drekka að bara lenda áfengi sem ég gat ekki komið og ég var barinn sem ég hekk alltaf á það var eitthvað í desember útlendingur sem rakan á var eitthvað svona eggnogstemning og ég bara tók 2 sopa og bara í alvöru á hvað það fyndi og sama líka jólaglögg ég aldrei getur ekki þannig í bíð sko Ok, það er geggjað Jólaglögg er mjög gott Það er svona eins og íslensk tequila Nei, sangria Sangria, já Þannig að þið voru hana bara í ágúst, nei ekki ágúst bara páska bara að drekka Já, samt sem að það er skítakulda ógeðslega veðri, þú veist, þetta var ekkert ólíkt vetri þetta er vetur maður er ekkert alltaf fann að ljúga að sér að það er svona komið vor með apríl, það er aldrei þannig þetta var bara ógeðslega kalt og vont veður en nei, ég myndir ekki að segja að hafi verið einhver sérstök jólastemming í manni sko, en ég var bara mjög fókusur á páskana og þau líka svo sem leikararnir náttúrulega flugun fjölskyldurinn sína Já, það er henni, það voru allir með og þau hafa væntanlega verið aðeins lengur eða hvað er mánuða? Já, þau voru, það hafi ekki verið í 5 vikur, eitthvað svoleiðis og þau voru bara með íbúðir þannig að þetta var bara, þú veist, næs við vorum reyndinni bara held ég 1 dag út á landi eða 2 Já, kemur alveg óvart með hvað það er mikið einhvern veginn púður sett í það að vera út á landi þetta var ekki neitt Nei, það var líka eitt sem ég var svolítið fyndið í myndinni þú veist, það er farið í Skálholt og það þarf að fara í Dimmuborgir alltaf svo faraði alltaf tilbaka bara á Hótelherbergi í Reykjavík alltaf bara bakk í homebase að þess að pæla en svona allavega þetta bara virkar svona mjög bara professionally vel gert allt tæknilega og rennur alveg smúð var þetta fullt af íslensku liði náttúrulega, kom svo mikil tækniþekking og mikil know-how og að safnast upp í kringum allir þessi stóru verkefni Ég meina þetta var ógeðslega flott Hero Productions voru með þetta eða þið kannast við það og stóðu þessu ótrúlega vel og ég meina á Íslandi erum við líka bara svo ógeðslega við erum án svo vandvirk ég meina ef þú horfir á bara hvað okkur hefur farið hratt fram þegar við erum mjög sólgin í þekkingu og við viljum vera á pari við bara stærstu kvikmyndaframleiðendur og ég veit ekkert hvernig þetta er í Hollywood eða eitthvað en við erum ógeðslega góð það er bara hannig Þetta er orðið bara ekkert maður þetta er bara þetta verið með bara frekar stuttum fyrirvara alltaf bara februar bara heyru taka upp í mars eða þú veist Ég held að örugglega ekki fyrir framleiðsluna af því þau voru líka með finish line þau voru búin að vera ég var í tökum í 11 daga þau voru í tökum í 3 mánuði eða eitthvað því þau voru bara að skjóta sama fyrirtæki voru bara að skjóta mynd Er ekki okkar kona aðaleikunan sem ég man ómögulega hvað heitir Leslie sem var í Mean Girls náttúrulega sín tíma var hún ekki líka í finish line? Nei, það er annað það er eitthvað annað þetta er eina, hún er drottning jóluna hjá Hallmark Er það ekki? Ég hef séð hann ekkert séð pósterina fyrir ekkert dæla mikið af myndum hún er búin að held ég skjóta flestar myndir í Hallmark sem eru 30 og eitthvað sem er alveg en hún er núna komin með jólamynd á Netflix og ég er alveg svona what's the tea? Eitthvað hlýtur það nú að þýða að þeir Netflix, Hallmark og Netflix þetta er alvöru samkeppni Já, fólk er alveg að tala það Netflix er núna bara að þeir eru bara að tróða sér á markað sem að Hallmark er með, það hlýtur að þýða eitthvað skilur Já, gæti verið að þetta sé eitthvað að fara verið færri Hallmark myndir með henni Já, ég hugsaði mitt, það er að koma á sama tíma þessar myndir út á Netflix og
hálfmark Það er Ég mjög verð náttúrulega bara viðkjörn, ég bara þekkti ekki þetta fólk í aðlutarskólanum, sko. Þetta er ekki hana Ég Nei. þekki hann ekki Nei, en Ég þekki hana. hvað sagði var hún í Mean Girls? Mean Girls og Lindsay Lohan myndinni? já, Já, ok. Já. Langt síðan síðan. jú, hún lega that's so fetch En alveg svona bara mjög svona sjarmerandi og svona hugulega, þetta er náttúrulega kannski ekki, þú veist, dýfsti leikur í heimi, en það hefur alltaf verið ætlislega þess, en mjög svona bara vera mjög svona, að það eiginlega truflaði mann ekkert þannig í þessari mynd, ekkert, engin Nei. leikari. mest líka gaman að koma mér á óvart hvað þetta var mikið bara svona naturlískur leikur í rauninni Já. þú veist, það komið skemmtilega óvart þau voru alveg að, þú veist, það var mikið að higorðum og þau voru alveg svona, þau samt voru með textan sinn alveg á lás, ég fylgdist með þeim alveg, þú veist, æfað, en þetta var bara mjög einhvern veginn, þetta flæða vel hjá þeim millið þeirra Og náttúrulega eini leikari sem ég þekkti fyrir utan Íslendingana var hann var auðmaðurinn. Já, Victor Grimes, og maður, Derek Riddell, sem hefur leikið í alveg náttúrulega, hann hefur verið í ótrúlega mörgu. já, Og rosalega miklu af breskum sjónvarskrimum, sem eins og þú veist áttur er það sem ég elska mest af öll í heiminum, sko. Hann var í Happy Valley og Bodies og Payback og Crime Shetland og svo var hann í Fantastic Beasts Grindelwald og Midsommar Murders, þannig að verið í því gamla fólkstáttunum sem er alltaf á rúf og mjög flottur, sko. Hann er það. Mjög, og með svolítið svona cool presence í þessu. Og voruð þið mikið að tengjast leikarahópurinn? já, sko 11 dagar, þetta er kannski ekki nei, ég var svolítið ein, náttúrulega Já. náttúrulega, minn karakter er Já, og svona svolítið utan við atburðarásina já, hún er svolítið eigin stekkur svona inn svona á crucial momentum. hún er svolítið að gera þetta eigið stöf sko. En að því sagðu þá, jú, ég held alveg góð sambandi við Kristoffer Polaha sem að leikur hann, manninennar en ég ekkert kannski jætt mikið hana þó svo við séum alveg, þú veist, vinkondur með númer hjá Þeir eru ekkert saman í hópchatið, allir leikhópurinn Nei, sko, síðan það bara svo dásamlega er að vera á Íslandi að gera þetta að ég held, sko, ef eitthvað þá voru þau meira að horfa á okkur bara vá en gaman, því að þú veist, við erum alltaf bara orðin fjölskylda ég meina þarna var, þú veist, Hanna og Þór eru náttúrulega að leika í þessu, þau leika ömmu og afa eða stjúpappa eða hvað í svörðsveitum, íslensku tengslin allt það, ég og Jóel höfum unnið saman við, maður er búin að vinna með öllu, maður er búin að vinna með öllu krúinu, þannig að það er líka bara svo, þannig að við kannski vorum líka bara svolítið mikið, ég var svo mikið bara með krúinu og þau vorum bara, ertu ekki með trailer? Hvar hangir þau? Bara hér með vinum mínum ég sitt bara í stólnum hjá þeim og trufla þau þeim fannst það alveg stórfurðulegt sko. Þau eru mjög gott fólk, allir góðir framleiðendurnir voru líka yndislegir og bara svona, einhvern veginn maður hefði ímyndað sér þetta væri jafnvel meira eitthvað svona stand-office stemming en bara alls ekki, allir ógeðslega næs og svo líka, ég veit ekki sko ég veit ekki, mér finnst að maður átt að vera meira var við þessar tökur, það er kannski að því að ég er hættur í fréttabransanum en eins og Mér fannst ég ekkert vera neitt var við Nei, því eins og ég veit ekki hvort þetta var alltaf verið eitthvað tölvubrellurinn, jólakötturinn stóri sem er niður í Austurstræti, hann var bara mættur upp á skóla ógeðslega fyndið páska þú veist, þetta er ógeðslega skrítið nei, bara, rigga upp litlu jólaþorpi hvenær gerðu þau það? Já, nákvæmlega það var jólaþorp það byrjuði utan hlölla bara ég er búin að sjá þessa mynd núna 2 ár það er þannig ég er búin að horfa á hana með félögum mínum þetta er fullkomið mynd til þess að horfa á saman fyrir jólun út af því að þú veist, bæði er þetta náttúrulega gerist á Íslandi þannig að allir Íslandingar bara we love it sko, love to see it og svo er þetta bara svo farlega skemmtilegt alls saman sko. og horfa á þetta með félögum mínum og hann var alveg vissum að það var allt grínskrin og ekkert að þessu var tekið upp á Íslandi í alvöru? Nei, vá, þetta er nefnilega bara mjög, þetta var líka budget sko. mjög áberandi sko. hún fannst þetta að vera allt svo eitthvað svona bara halvmark hérna væpi, hann var bara nei, ég trúi ekki, þetta er bara, þetta er grínskrin, ég trúi ekki Nei, menn þau lokuðu perlunni sko, ég held að þetta hafi verið það var heil nótt Þetta var tekið upp nótt ekki? Jú, algjörlega við vorum aðna, þú veist, þetta var með dagurinn sem að ég byrjaði tökum bara upp úr miðnætti, held ég Oh my god og var 8, nei, ég er alveg ég byrjaði tökum eitthvað svona 9 8-9, kannski var kalliðinn 7 eða eitthvað og var til miðnættis 8 að vera til 4 nóttina og það var smá bara svona rugl í callsítinu því ég var búin að segja að ég er að fara í tökur daginn eftir út á Granda og eftir tökur út á Granda er ég að fara að sína í leikhúsinu þannig ég get ekki verið að vinna til 4 mæta 9 út á Granda og verið sem komin í leikhús þannig ég var að vinna til 1:30 eða eitthvað svoleiðis og náðu að koma heim þú veist 2, sofa 3, vakna 8
þannig að það var að erfiða við þessar nætutökur að þau gerðu ekki alveg ráð fyrir því að þú veist dagurinn eftir er þá ónýtur þannig að þetta var vissulega tekið nótt sko. En stöldum að þessi perluna, mér varst það til svona ógeðslega fyndið að perlan væri sko hús Þjóðminjasafns Íslands sko. Mjög gott. Ógeðslega gott. Mér þetta fálega einmitt vel valist á staður, ég hugsaði þetta. Ógeðslega. Og svo bara þú allir að koma inn í sínu vístapúsi í perlun og svo bara, ertu komin bara inn í Þjóðminjasafn sko. Ógeðslega. Og svo hnautir hún það í split second, þá svo ég glitta í Alla Bergmann vin okkar sem statista. Hann kom hérna í þáttur okkar hérna út af True Detective og Atli greinilega, hann allstaðar sko. Atli! Hvar er Valli? Já, nákvæmlega. Herri, já, svo var svona, já, en svo ég náttúrulega lagðist svo yfir EMDB, bara, mér fannst það hlýtt að dúkka upp ykkur íslensk nöfn í sko, bara handritshöfundum og höfundum, því að það er þarna í raun alveg bara fáranlega svona bara þetta er bara allt saman djúpþekking þetta er og svo íslenskasta mynd sem við náttúrulega höfum gert markviss sko rángtúlkun á líka tvist á jólasveinana og allt þetta en þetta er bara research Ég sammála ég var alveg hissa á svo þetta er bara bæði ógeðslega fyndið og mjög bara töff Ég sammála, mér leið ekki eins og manni stundum að færa stundum svona óbræð í munnin þú veist, þegar maður að horfa á eitthvað svona efni þar sem að það verið að, ég veit ekki, láta Íslendinga líta svolítið út eins og við séum bara öll einhverju svona, þú veist, krúttbangsar á Íslandi með einhverju lambúsettur og eitthvað það var ekki alveg svo stemming þú veist, vissulega eru allir í ullapeysum sem að, ég er svona já og nei, ég veit ekki endilega að segja að við séum öll laböndum alltaf þannig en þetta var samt, þú veist, maður var þetta bara svona gera okkur, þetta var gert af virðingu þetta var ekki svona menningarnám, þetta var miklu meira að vera að upphefja okkur og þú veist, einmitt, það er heldur ekkert verið að svona yfirgengislega fegra jólaköttin eitthvað, hann er nú bara svona lítil dúlla og eitthvað, þú veist, þetta var alveg gaman að því og náttúrulega fallur boðskapur í lokin mjög fallegur sko. En svo bara svona eitthvað þegar við náttúrulega tekjum þessa 13 það tudda, jólasveina sem eru stundum 13 eða 1 og 8 eða hvað það er sko og eru bara náttúrulega bara terroristar eitthvað en þannig er sem þú voru svona horders, það er búið að snúa náttúrulega svolítið skemmtilega upp á þetta er náttúrulega úkslega góða sögur sem við eigum Grýla og jólasveinin, Leppalú og jólasveinin þetta er alveg bara, þetta eru frábært persónugalleri svo kemur svona eitthvað hálmark amerískt fyrst sko, þá voru þeir svona að safna alls konar svona yngri fjársjóð þetta var svona einhver Indiana Jones að leita af sko einhverjum jólasveina fjársjóði Ég líka bara ánað að þau voru ekkert að reyna að láta eins og bandaríski jólasveitin væri hér líka Nei, hann var bara, Coca-Cola jólasveitin rauði hann var bara, hann er bara í Bandaríkjunum ég kann að meta það að það er ekkert verið að reyna að tróða upp á eitthvað svona, já, við erum nú samt með alveg jólasveinu, ef að bandarísk börn horfa á þetta, þá munið þau að spyrja en hvernig geta þau með 13 jólusuna, hver gefið þeim þá pakkana skilur þau, og við erum bara svona fínt bara á Hólmark, vel gert þið, þú veist, þið eru ekkert að reyna einhvern veginn að þú veist, gera lítur okkar menningu versus ykkar, það er bara Íslendingar gera það svona, hérna eru bara þessir jólasveinar og það er, þú veist, það er ekkert verið einhvern veginn að reyna svona, hvað maður segja Ameríkanæsa það neitt og svo náttúrulega, ég veit ekki, ég var krakki þá komum við náttúrulega alltaf úr fjöllunum sko, maður held að þetta heim í Esjunni en nú er þetta Dimmuborgir nú er Dimmuborgir, það er einmitt orðið og the Hjúlhorn of Dimmuborgir þar voru vísbendingarnar það var eitthvað alveg ómátstæðilegt við þetta ferlega fyndið og lífbredd náttúrulega og Christmas Book Flood, þetta er alveg svo mikið að vísum, Merry Jólabókaflóð sko. önnur uppáhalds Merry Jólabókaflóð og líka svo Merry Jólabókaflóð svo náttúrulega Hallgrímskirkja hún var hérna svolítið í stórhlutverki ég tók náttúrulega lítið að sonum minn Tekja Hálsson sem er sko obsessed að Hallgrímskirkju sko og kirkjum almennt sko þannig að ég geti látið hann hangi verið sér mynda því að Hallgríms sem svona kallar hann að dúkar alltaf sko nema svo náður ekki alveg hvort að sko kirkjan héti Seint Þorláks eða hvort að þau voru á Þorláksmessu að það voru allir að ganga svona með kerti það var endar ógeðslega fyndið Já, ógeðslega fyndið, bestu að sko þetta er eitthvað íslensk tradísjón að ganga með kerti í Seint Þorláks eða Hallgrímskirkju hvernig getur það fyrir íslensk tradísjón að ganga með kerti úti í desember það var svona smá, ég hugsa með mér þarna hefur eitthvað rannsókn farið á mis við erum komin til Svíþjóðar eða þetta er eitthvað Santa Lucia kannski, heldur þetta væri eitthvað svoleiðis smá ruglingur þarna Já, líka bara að maður getur ekki kveikt sér síkartum með sipp og kveikjar í desember hérna á Íslandi sko, Nei, nákvæmlega skólaður og haldið
En það, þú veist, allt þetta var bara einhvern veginn fannst mér, held ég, fyrir okkur Íslendingana bara tjúnað upp bara svona krútnesið eða skemmti, svona entertainment value sko. Það er ekki til betri mynd núna fyrir Íslendinga til þess að horfa á saman í hóp sko. Já, en þá er hún er náttúrulega ekki aðgengileg en náttúrulega heimurinn er orðinn eitt stórt svæði sko, þannig að sem margir síðan búinir að finna leiðir. Sko, ég get náttúrulega komið með aðgengilega og löglega leið til að horfa á þetta. Ég keypti, ég fekk svona trial á síðu sem heitir Friendly, FRNDLY held ég og eitthvað bandarísk eina af 1000 bandarískum streymisveitum og ég notaði VPN ég held að það sé alveg ennþá innan löglegra skekkjum þannig að ég keypti hennan, vikupassa og síðan alltaf bara eitt jónu strax út og þá átti svona vikupassan þannig ég speglaði þetta þannig bara yfir í þannig að þannig ég var ekki í neinum stuldi það er gott að vita þessu já, mér langar líka að gefa viewið já, algjörlega en það er eitthvað 50 milljónir eða eitthvað sem horfa á þetta er það ekki? Það er galið þetta er náttúrulega rísa dæmi þetta er galið tótt sko ég var að segja eitt fyndið sem þú segja fyrir þau sem hafa gaman að drekka þá sem ég hef Já, og reynda náttúrulega fólk hefur alveg gaman að drekka þó svo að sé ekki að drekka en þú veist, það er allavega drykkjuleikir og hólmark ég ætla bara að skilja þetta þarna do with it as you will en við alveg lögðum upp með við vorum komið með svona blað og það eina sem var fyndið að á blaðinu stóð það fullt eitthvað svona dótið bara allir karakter sem heita ég sagði, ég ætla að skilja þetta eftir hér ég er að það var eitthvað leið og kemur karakter sem heitir jólanafni Holly, Christopher, eitthvað svona blá ég bara, enginn svoleiðis og síðan kemur eitthvað svona leið og kemur eitthvað Grinch og hann hættir að vera Grinch það er ekkert svoleiðis og síðan kom leið og Leslie kemur á skjáin taktu skot og ég bara nei við erum áfæra að drika þig þetta er búið við verðum að klára að horfa á myndina þannig að við vorum búin að dúkka upp dekka upp svefnherbyggið og svona ef einhver þurfti að gista já svo fyndið sko, þetta er náttúrulega gerist hér og þú veist maður sér að svona einstök bjór svo er malt og appelsín product placement sko hvað er mikill fengur fyrirtæki náttúrulega Apple kaupir sín með símana og helstu bjórtegundar alltaf þetta er bara einhvern veginn það er ekki eins og Ölgerinn hafi verið vantarlega ekki að kaupa sér inn þetta er bara og þetta er bara props já, ég held að verður að fá leyfi ég veit já, hlýtur það að fá leyfi það hlýtur að vera mjög kærkomið svo segir bara skriljón manns að horfa á þetta og svo bara þurfa allir að fara í Íslands og smakka malt og appelsín og skeit þetta er ógeðslega forvitnilegt ætli þegar það kemur einhver leikmyndahönnur sem er að bara Ölgerinn, ég er að gera þetta er bandarísk kvikmynd eitthvað, má ekki fá hjá kassa þetta er bara kassa malt appelsín páskarnir ætli þeir hafi vitað að þetta væri bara risastór markaður sem að væri þá allir sem kom til Ísland þeir vera í þeir munur ekkert fatta þetta er bara jólin þannig þeir verða bara í júni bara excuse me, where can I get some malt appelsín ætli Ölgerinn hafi kveikt á ég er mjög forvitin að vita það núna þetta er bara frétt á lífið og ísinn ótrúlega spennandi jólamalt, útgur upp í hólmarkmynd komaðu í júli og where can I get malt and appelsín with my skate where is my skate where's the jólabókaflóð meiri jólabókaflóð svo ég veit ekki náttúrulega leiðilt að við bara tölum eins og spoiler þess ekki til en leiðilt að tala mynd sem að fólk ekki spoila kemst ekki offísal í fyrir eftir ár en það var alveg ótrúlega margt sem ég fannst bara opuslega dítelað bara svo þegar þau finna fjársjóð jólasveinsins, hlutinni sem eru þar samankomnir, bara kútos á leikmunnadeildinu, þetta er bara fáránlega flott endurtek, það er bara svo ótrúlega mikil færni hérna á Íslandi það var í rauninni þeir einu sem komu það var búningahönnurinn hann vinnur alltaf með hólmark þannig að hann kom og síðan voru framleiðendur einhverjir 3-4, náttúrulega leikstjóri eitthvað svona en ég meina smíkhár allir sem voru að sjá leikmynd og allt þetta Íslendingar, tökulið Íslendingar allt sko og svo ég leitaði fyrir dómum hana ég ætla að aðtöga hvort að og þess að ég fann nú bara 2 það er bara komin 2 dómar á Rotten þannig að hún er ekki komin inn á mítarinn en báði mjög jákvæðir og þetta er náttúrulega bandarískir kritikar að skrifa þetta er náttúrulega bara okkur finnst kannski hólmark stundum eitthvað svolítið off eða of
og væmið eitthvað, en þetta náttúrulega bara þetta þeirra, partur þeirra menningu bara, Þetta branded og Nákvæmlega. og önnur að sagðist nú svona hafa byrjað að rekna með að hún myndi ekki klára hana, svo bara, nei, vá, þetta er bara svona næs Já, gaman já, og bara og greinilega þekkt alveg leikarna, já, þau standa þessi náttúrulega alltaf frábælega og vel gert hjá því, að vita hvað fólk er Herri, það er alltaf ógeðslega fyndið að því að Kristoffer gerði mig samstarfsmann á Instagram á pósti sem hann, og ég hugsa, ég ætla ekki að deila þessu að þetta kemur mér ekkert viðskil og hann bara, jú, endilega gera ég, ok, æði, takk fyrir, gera það eru allir bara Christopher, we love you and we love every single movie you've been in, you and Leslie og fólk talar við þau eins og þau séu vinir eins og þau séu bara frændiðinn þú veist, í þriðja ætlið það er ógeðslega að fylgjast með ég fæ núna bara það rignir inn endur þessum notification hjá mér bara hvað þau eru æðisleg sem þau eru en mér finnst það bara svo yndislegt og þau líka eru mjög mikið svona sérstaklega hann passar svo mikið upp á allana hann, þú veist, nafngreinir og allir gefa klapp fyrir, þú veist, Aldísi og Jóel og öllum eitthvað Þannig að þú komin núna, Aldís, með Hallmark Ég fanbaseir myndi nú ekki að segja Það er bara allt dottið inn hjá þér Byrja að followa Instagram Já, Er það ekki? Er ekki byrjað að regna yfir því Það ringdi reynda smá En það er ógeðslega, þetta er mjög fallegt og maður verður líka við höfum ekkert við einhvern svona íslenskan snobbir í hroka að gera að horfa á þessa mynd þetta er bara ógeðslega fallegur menningar einhvern veginn svona, þú veist kulturismi í Bandaríkjunum ógeðslega gaman að horfa þetta þannig og bara frábært að við fáum einhvern veginn að þú veist, vera í sviðsljósinu í aðalspotti Ísland er náttúrulega bara í spotlighting í þessari mynd, gessamlega Mjög, bara og einmitt og náttúrulega þú ert í henni en að næstur verið Bandaríkjunum og komast á fyrir röði eitthvað You might remember me from the Hallmark movie Christmas Class Það er reyndar ógeðslega krútlegt svona bandaríski vinir allir í áfalli Jú, bara, hvernig gæti ekki sagt að vera í Hallmark mynd og ég átti ég að segja ég var í Hallmark mynd Þetta er bara annan dagur skrifstofunni Ég er að segja það, it's 9 to 5, babe En talandi þetta fólk bara tala við þau bara eins og þau bara þekkja þau og ég ætla að fara að segja eitthvað sarkastik þá fatta ég er náttúrulega svona þú veist, ég ger ekki, mér finnst Mariska Hargitay og Olivia Benson í Law and Order SVU, mér finnst þau bara vera vinir og Blue Bloods var að klárast síðasti þátturinn var núna bara allra síðasti, Tom Selleck og allt þetta lið og ég bara ég fór að gráta Er það ekki? Já, Nei, ég trúi því veist, mér finnst bara, ég þekki þetta fólk þetta eru bara vini mínir og bara, þau skipta mér máli það er málið, það er að falla í þessu og ég hugsa eins og með Hallmark veist, þetta er smá, það er ákveðin rómantík í þessu, af því að ef við hugsaum hvernig Hollywood var á þessum gullnu árum þegar MGM var og eitthvað stúdíónir rúluðu Já, og þú varst með leikara innanhús sem léku alltaf í öllu með hver er munurinn þarna ertu bara með leikara sem leika bara í Hallmarkmyndum og þetta er sem þau gera og þau gera þú veist 2 ári, 3 ári og hafa í sig á og eitthvað og sem fara það á viðburði og hitta aðdáendur og eru duglega þú veist að taka þátt í því að svara þeim hér og þar og eitthvað bara menn þetta er ógeðslega og ég veit ekki af hverju fólk er að horfa niður á þetta, ég held að sé eitthvað svona afbrýð sem er jafnvel bara að þetta er létt og skemmtilegt það er alltaf en þetta mér finnst þetta verið að koma svolítið baka það er alveg komin leikari sem eru bara Netflix leikarar Sandler og Jennifer Aniston og fleira líð er bara alltaf í Netflix Mér finnst Netflix svolítið það bara svona farið Hallmark-leiðina bara mjög mikið og bara gömlu stúdíóleiðina bara með þetta er bara launþegar í vinnu hjá þér ekki bara hvað sem er hvað sem fólki finnst það að þá er þetta alveg frá svona leikarlegu bara ef maður hugsa þú veist að hafa örygga tekjur er þetta bara mjög sjarmerandi pæling það getur bara gengið í vísu að leika í 3 jólamyndum eða þú veist, ef þú ert guð þegar þú var hjá HBO þú veist, þá ertu bara að leika einhverju mjög hörðu drama eða Netflix ertu að leika krimma þetta er alveg svolítið krútlega pæling í sjálfu sér líka en svo er náttúrulega bara þessum þetta er náttúrulega allt þetta er náttúrulega rosalega einfalt þetta er algjörlega bara mjög basic og sem er ekkit, það er heldur það er ekki að vera slæmt en þú leið og bara ákveðra persóna kom inn og frá þessi er það svona hann á eftir að ég var svona nokkurn veginn búin að reikna þinn kartir en það komið samt svolítið óvart snúningurinn Jú. Ég var búin að hugsa að hlýta vera þannig svo nei, kannski ekki, en jú en samt einhvern veginn svo bara svona mjög einfaldur söguþráður og allt það en svo bara kemur þetta í restina hún náði mér alveg ég fekk alveg smá bara gæsahúð og bara þetta er svo sætt þetta er alveg rétt jólin eru svona þetta er jóli grínlaust með sínum nánustu og bara meta það sem maður hefur fyrir augunum alla daga ekki alltaf vera að leita langt við skamt og bara og Hallmark gerir þetta náttúrulega svo
einfalt að jafnvel sko bara psykopatar geta náð þessu held ég sko. Ég ætla að segja, ég held að þessi mynd veri vinsælasta myndin á Íslandi fyrir þessi jól þó hún sé ekki aðgengileg. Fólk verður bara að horfa aftur næsta jól. Og ég held nefnilega hún verða aftur næsta ár. Já. Ég held að þessi mynd sem að bara gæti snifla svo fyrir bara svona jólamynd. Hún með fest. Fyrir að vera bara með Die Hard og Planes, Trains and Automobiles og Christmas Vacation og allt. Mér finnst annað líka sem þau gerðu sem að kannski sýnir að það er einhver þróun að eiga sér stað hjá Hallmark. Ég meina þau eru að fjalla fráskilin hjón. Í bandarískum heimi þar sem að þú ert ennþá með fullt af fólki sem er bara grjótharðir, katholik, ekki katholik kjarnafjölskyldan Já, og bara þú skilur og þú tekur ekkert aftur saman og þetta er þetta mjög, þetta augljóslega mjög svona hreint skilnaður og þau bara, nei, ég hef bara aldrei verið með neinum öðrum síðan þá en ég var samt nokkuð gott samt að þau rættu það það væri option að þau væri búin að sofa hjá einhverjum öðrum þau taka alveg algjörlega og ég hugsa með mér, bara þetta út af fyrir sig því að allar Hallmark-myndir er eitthvað svona manneskja sem að, kemur aftur smábæðin sinn eða er eitthvað svona, nýkominar ástarsorg og heitir eitthvað bla, en það ertu með par sem hættir saman og við fáum ekki að vita af hverju fyrir setna og eitthvað svona og hefur bara aldrei verið með neinum öðrum Nei, ég meina þetta er ekki eins og að fólk geti fengið nýjan maka, ég meina líkt á þau Nei, það er líka því að þessi skilnaður byggði bara á ákveðnum svona miskilningi, þau mistu bara sjónar af því sem að skipti máli sko, voru bæði bara mjög ástfangin ennþá, þeir sáu það Já, það bullandi næsta flugvarna með til sko og mjög bara, svona dítill þegar síminn hún gekk skilaboð sko, þá var hún ennþá með mynd af þeim í skjámyndinni það segir meira 1000 orð sko. Ég kann að meta þetta náttúrulega og kemistriðan á milli þeirra tveira tveggja sig virkaði því oft í svona myndum þá romantískum bíómyndum sko, kannski að það er ekki kemistrið á milli leikarna sko, áhorfandi finnur alveg sko. Já, algjörlega. Nei, þau voru ógeðslega flott, þau stóðu svo ógeðslega vel og voru mjög... Já, þetta var bara, eins og segi, bara ég hef kannski meira bara í gegnum æfina forðast Hallmark-myndir heldur en hitt, sko. Já. En svo kemur Oddur með, ég er ekki svona í frétta þessari mynd, ef Oddur hefur ekki verið on it, sko. Já. Nei, það er búið að vera svona. Ég náttúrulega bara out of the game, sko. Já. En þetta bara komið mjög skemmtilega óvart og bara svona þægilegt áhorf, sko. Og svona, það var bara stuðar engan, þetta er alveg náttúrulega bara fyrir sko fjölskyldur, þetta er bara svona alveg og plottið þetta er ekkert ofkrefjandi, sko. Nei. En hvernig það aldrei, er þetta ekki núna bara er ekki Hallmark, er það ekki framtíðin bara jólamyndir, ein jólamynd á ári Jú, bara vera á spennanum hjá Hallmark maður síminn hefur ekki ringt ennþá mjög skrítið, ég veit að það er okkar bara að vera að taka tölunar saman sko. Þeir hafa samband svona í kringum páska ætli það ekki, já, ætli það ekki En þú veist náttúrulega alltaf aðeins Svörtu Sandar, þið komum bara með season 2 bara, það var fréttablaður ennþá til þegar Svörtu Sandar komið það var gaman hjá okkur þá sko. Þú tókst alvöru umfjallan þetta sko. Já, og með svona best sko, mér finnst ekki alltaf sérstaklega væntum að ég var búin að fara okkar svona námskeið hjá honum Pétur Guðmanni sem er eiginlega eini forensic læknir svona réttarmeina fræðingur og þar sem sagt að því að í CSI var alltaf verið að stinga hitamælum í lifrina sko. og við spurðum hann og hann sagði að það væri nú bara farið inn endaþarminn og svo tók ég nú langt viðtalið höfundinn Raka, já og spurði hann yfir þessu og þá endaði með Oddur fengum helviti góða frétt Oddur skrifaði hún fréttin en fyrirsögnin var maður ekki ánægja með endaþarmsmælingu voru þið að skrifa þetta voru við sko. stundum en við tókum þetta bara í fréttir sko. Já, það var mjög, ég veit við söknum þess rosalega mikið ég get alveg bara að tala það vantar Tóta sko. það er bara það munar Tóta Já, það tók mig líka bara alveg 1,5 ára að fatta sko, þegar fréttablað frá hausinn það var hann svo leiður vinnustar það saknar þessi enginn svo er ég er að fatta sjálfur sko, að standa fyrir utan í þetta tíma það er svolítið tómarum Jú, þetta vantar fréttablaði skilur eftir það vantar nákvæmlega svona umfyllun og sjónvarpsþætti og þú veist, bara þess að þetta er bara frábært dæmi sko. Það er frábært greinar geggjaða þætti sko. Takk, einmitt við vorum einmitt svona, veistu, ég var alveg fullkomlega búast við því, þetta myndi vera gert aftur sko, en svo var ekki Já, nei, einmitt, Svörtu Sandar 2 og líka Ráðherrann 2 og allt þetta sko, það var eitthvað fókus á þessu fyrir sérunum sko og svo bara að því að maður er búin að vera í geimur alltaf og þessi þættir eru næstu
hvað, ég held ég þessi trailer á þeirra 2 í bíó, annars þetta sannlega bara farið fram hjá mér, sko Já, af því að það engin miðill sem sinnir þessu rauninu, sko það alveg gaman að finna fyrir því með Svörtusandasand að það hefur, talandum að það einhvern veginn rosa lítið maður finnur rosa lítið fyrir umtali en það hins vegar, það rosalega margir að horfa Já, það er einmitt rosa fallegt sko, fólk að horfa en manni finnst samt að þegar að fólk að horfa þá ætti náttúrulega að vera eitthvað umræða sko. Já, akkurat bara leiðilegt sko Já, ég sammála sko en það allavega, þú veist, síðan bara að loka með að fólk horfir og þá ég bara ánum með það svo sem En Aldís, við höfum heldur ekki glemt því að þú varst að fá tilnefningu bara daginn fyrir hlutverk þitt var það ekki Senua's Blade? Það var í Hellblade Það var í Hellblade, ég meina Hellblade Jú, Senua's Saga Senua's Saga Hellblade og ég var næstuð með þetta Nei, bara vel gert Já, og þú ert náttúrulega að leika núna í töluleik frá Mirku Games og það var allt eftir að koma út Já, ég leiði mér að hurra í eitt disclaimer Þetta er ekki ennþá tilnefning Nei, ok, það er þannig Ég sá bara eitthvað frétt Ég veit það Ok, vitið, nú ég bara ég ætla ekki að tala um þetta en þetta var alveg smá þetta var smá neyðarlegt okay. Nei, þetta var ekki neyðarlegt þetta bara fekk mig til að hugsa svona hvað djöfullin er ég að taka hluti inn á mig en sem þetta kemur, ég fæ e-mail frá Ninja Theory bara miðvikudagskvöldi Þetta er náttúrulega risa töluleikafyrirtæki risa töluleikur og þetta er risastór viðurkenning ég fæ e-mail og ég hafði ekki hugmynd um þetta að ég hefði samt verið longlistuð fyrir BAFTA-verðlaunin og longlistuð í rauninni ég get ekki ímyndum hvað sem margir eru sendir inn en ég held að sé örugglega þú veist einhver kannski 1000 manns eða eitthvað og við erum 10 það er geggjað, það er rosa heiður það er strax komin sko árangur það er rosa árangur og ég náttúrulega bara einhvern veginn svona bara vá, gaman, já, Kolli, ég er eitthvað longlistu, ég veit ekki alveg hvað það þýðir ég þarf ekkert að googla þetta og mér finnst eins og ég fæ ekki eins og að hugsa út í þetta því að ég veit að það er byrjað að koma þarna fréttir á miðlum að ég sé tilnefnd og þetta gerast akkurat á tíma sem ég var tók dag frá samfélagsmiðlum þannig að þú veist, ég einhvern veginn kem bara síðan á föstudeginum í síman minn með svo mikið að fallegum skilabóðum frá ofslega góða fólki og ég kann svo mikið að meta að þau gefa sér tíma til að senda mér en ég var bara í því að segja þetta er reyndar ekki tilnefning þetta er reyndar longlisted og ég fór í einhvern svona algjörn mínus að fólk væri þú veist að einhvern veginn leggja þetta á sig og síðan er ég svona skjótuð niður eitthvað og ég bara segja takk, nei eitthvað og ég fór í einhverja fárlega meðverkningsflækju á ég að senda á fjölmiðla, nei Já, ég veit það var þetta sem ég var að velta um hvort að þú er alltaf þurftir að fara í þá stöð að fara að leiðir þetta bara svona á hvaða vaktir ég komin þá þú veist hvað 7. vaktina allt inn að fara að hafa vit fyrir fjölmiðlum skiluru og mér finnst óslega gaman að það sé verið að skrifa um þetta, það er æði en það er bara svo leiðilegt að tók einhvern alla gleðina úr því að ég var bara í einhverju svona vera blásam elda en takk fyrir, ég fekk sem þetta viðurkenningu ég er longlistuð, við erum 10 og Hellblade við erum 2 þarna inni, eða 2 það er svona raddirnar fá líka til viðurkenningu síðan kemur seinna í ljós hvort að ég fæ viðurkenningu ég meina úr þessu verður það að gerast Já, og nema bara þá var náttúrulega einhverju lélegi blaðmenn búin að bara taka þöndir ég er að segja það sko. Þannig að hver sem er þarna eftir þá mátt þú eiga það ef það verður í versta falli þá allavega fekk ég þöndir og kannski óverskulda það frumu Nei, menna, þú veist þetta er fín frétt þetta er bara verið betra að segja hana rétt Já, það hefur verið gaman sko en vissilega Var það nokkuð vísrótur? Ég held að nefndir að við hefum ekki Jú Þú sopnar eitthvað verður þarna Ég delíta þessu bara þessum bút og hlættir um þetta Nei, þannig að það er bara bila að gera hér Þú ert að leika, þú veist, í öðrum töluleik sem er á leiðinni að koma út frá Myrkur Þú ert að gera miklu fleira, ekki? Sko, ef við ætlum bara að taka þetta tökum bara löflegt full circle dæmi Ég er ógeðslega spennt fyrir jólunum af því það er ekki bilað að gera hjá mér Þú fær frí? Ég er búin að setja í kalendar ég og Kolli erum að fara í frí frá með 18. ekki reyna að ringja, ekki reyna að setja skilaboð ef þið þurfið eitthvað við ætlum einmitt að hafa framhaldsþátt 18. Þið getið alveg sendt inn postluguna mína að beiðni en öðruvísi verður ekki svara fyrir nýja ári ég bara er búin að vera að drukna í 1,5 ár og þar undan var ég búin að vera þú veist, ég byrja alveg afkomu kvíða af því að það var ekkert að gerast þetta gerist bara svo, þetta er alltaf í bylgjum þannig að ég er bara rosalega ánægð núna síðustu mánuði við kláruðum Myrkur Games leikinn núna í
november, það var síðasti tökudagurinn minn. Vá. Já, eftir 5 ár af tökum. Er það ekki? Ég var að spyrja, þetta endalaust margir dagar ekki? Þetta búið að vera ótrúlega langt ferðalag og að því, það gerir það bara einhvern veginn þá dýrmætara sko. En hann kemur út á næsta ári 100%, ég er óendanlega spennt. Ég er spennt fyrir Hellblade, en þetta er svolítið, þetta er svona orðið fyrir alla, bara barnið mitt, ég kom inn í fyrirtæki þegar það voru ennþá kannski 15 starfsmenn, núna held ég að það sé í kringum 60 eða eitthvað, þetta er bara búið að stækka svo stjarnfræðilega mikið, en þar fyrir utan, þá er ég bara í skóla og ég er með hundum. Þú ert í skóla, betur hvað er það að skóla? Ég hef ekki sagt neinum þetta. Þú hefur ekki sagt neinum þetta? Nei, það er að koma smá skúp. Ég er í söngnámi. Þú ert í söngnámi? Já, Hansa er að kenna mér að syngja. Vá, betur hvernig kom það til? Varstu bara, heyrðu, ég þarf að söngleikir næsta skrif? Já, augljóslega eftir pilluna þá vissi ég að ég þyrfti að fara í söngnám. Ég hef alveg getað sungið, en vissulega, þú veist, ég get alveg bara að tala um það, pillan reyndi rosa mikið á, það var bara mjög erfitt og rosalega misgóða sýningar hjá mér. Okay. Og líka bara kannski lög sem voru langt út fyrir mitt þægindasvið og það var geggjaskóli, Hansa náttúrulega mjög náið með mér þar og hún er mesta þú veist, bara söngbomba Íslands. Hún fór í fyrsta sinn er hún að kenna núna í söngskóla Sigurdar Dements og ég ákvað bara að tjekka, eitthvað, er laust hjá þér? Já, það er laust. Ég tjekkaði hvort það var laust pláss í skólanum. Já, bara getur byrjað næstu viku. Þannig að ég er komin í söngnám. Mælur með þessu, söngnáminu? Já, er það skemmtilegt? Já, minnst þetta æði. Ég var að koma á söngtíma þegar ég kom hingað. Okay. Minnst þetta dásamlegt. Og að vinna með Hönsu líka bara svo kærkomið af því að við líka, af því það er komin svo það er svo mikið skilningur á milli okkar þegar við erum búin að fara í gegnum okkar saman. Við erum búin að fara í gegnum risastórt sem var erfitt fyrir alla og þá er bara svo gott að geta komið þannig og bara, við vitum alveg í hverju við viljum vinna og ég myndi segja kannski ég hafi jafnvel bara svolítið svona misti dampinn eftir svona erfiða söngreynslu eða þannig. Já. Og þá er bara rosalega gott að finna núna að ég er að pluma mig mjög vel í þessu námi, mér líður vel, mér gengur vel og já, ég er bara mjög spennt og voni ég fái bara tækifæri til þess að gera þetta aftur. Nei, það er líka, mér finnst bara alltaf svo flott að bara hætta aldrei að læra, hætta aldrei að mennta sig. Mér langast bara að fara aftur í háskóla. Eigum við að fara saman? Já. Eigum við að fara í verkefnisstjórn í HR? Líftæknifræði? Líftæknifræði, nei, það er geðvitt Aldís, það er nóg að gera, en þú ætlar að taka jólafrí núna sem er viðeigandi til jólaþáttur. Já, til jólaþáttur. Hvet alla til að gera nákvæmlega það. Býtu, hvernig var það? Þú ert ekkert með þína eigin uppáhalds jólamynd, það er ekkert þannig að það er ekki Die Hard eða Home Alone eða... Nei, síðan er ég alltaf alveg verst, ég horfi aldrei tvisvar hluti. En veistu hvað ég geri? Nýhefð hjá mér er að kaupa mér jólaleik og ég er núna ég keypti fyrir 10 mánuðum síðan Harry Potter leikinn og ég ætla að spila um jólin. Einmitt, hann er góður. Já, Hogwarts Legacy. Já, ég er ógeðslega spennt. Hann er mjög skemmtilegur. Ég keypti síðast Valhalla Assassin's Creed og hann er rosalegur. Hann er geggjaður. Þú náttúrulega leikst í honum. Nei, þú leikst ekki í honum. Nei, ég var ein af 2 sem leik ekki í honum. En já. Er það ekki það? Jú, Otto var búin að segja mér að þú væri ekki mikið jólamyndunum. Nei. Þannig að ég tók með mér Jóhannes Köllum jólin koma. Áttu uppáhalds jólasvein. Á uppáhalds jólasvein? Já, heyrðu, hænukvísla. Hænukvísla? Hún er ekki í þessari bók. Já, heyrðu, einna vegan jólasvein. Já. Einmitt. Er það komið vegan jólasvein? Já. Manstu ekki þegar Lóðis að skrifa fréttir það á fréttablaðinu? Það tofupressir líka. Nei, ok. Heyrðu, af þessum íslensku, þá held ég er bara Kertasníkir, af því að hann var síðastur og hann kom alltaf með veglegustu gjafirnar. Kertasníkir? Og er þú allar að... Já, ég fór að rifja upp bara hver var uppáhaldið mitt, sko. Og ég held, þú veist, ég búin að fletta, ég held að það hefur hurðaskellir. Já. Læti, svona háaði og læti. Ég fíla alltaf gluggagæði sem er mjög undarlegt. Creepy að þeim. Það er eitthvað óuppgert. Er það ekki mjög skrítið? Ég hef líklega ekki átt að ofnbæra. Nei, og svo líka bara mjög gott að þátturinn er búinn, þannig að þú stoppa mig að ég kemst ekki að stað, ég ætla að fara út í sko svona klámfengna vinkilin á jólasveinuna. Þessum að gluggagæði náttúrulega kemur mjög sterkur inn sko. Já. Kjötkrók. Það er eitthvað annað en Christmas Quest. Já, það er Pornhub jólamyndin. Já, það var hinn þarna sem við vorum ekki að Það er kannski að ég var bara að stoppa þetta það fyrir út í eitthvað rugg. Það er tími. En eitt sem við verðum að halda til daga að í Bíópartís á laugardaginn, föstudaginn sem er held ég 20. desember, þá eru þau að fara að sýna Tveir á toppnum.
Já. Lethal Weapon sem að er litið Þetta hlaðvarp. jólamynd sem að þetta hlaðvarp sækir nafn sitt til íslenska titlisins og þetta er náttúrulega fáránlega góð mynd Já. hvort sem hún er hvort það er alltaf ef það er jólamynd þá er Lethal Weapon líka já ok, fair enough Já. það er svona jólasölu Hefur séð hana aldrei? Eru margir að rífast yfir það sjálfur? já, þetta er alveg eins og það skiptir máli Já, heimurinn lítur bara fínum Lethal Weapon, 2 tónum, hefur séð hana? Nei, Nei, mælum með henni Já. Sérstaklega númer 2 sko. Það er vondi kallin hollendingur sko. Nei, ekki hollendingur, Suður Afríku hollendingar sem eru náttúrulega sem eru í nýlenda. Suður-Afríku. Ný hérna, já og hann er alltaf að sveiflaði sko, hann sem er diplomatic immunity sem er ekki eðlilega gott sko. En allavega, það er atriði á jólatrjásölu í Lethal Weapon í LA hittanum Já. og það hérna sem er alveg eins og í Christmas Quest Ég ætla að segja. já, eiginlega alveg Það vissi að sig ekki skotið hérna í miðbænum já, sko það hefði ekki farið fram með mér 87 held ég hérna, nei, ég sá hana í bíó 87, geggjuð og bara þetta er einstakt tækifæri að sjá hana í bíó þannig að ég hvet fólk til að fólk verður að sjá hana sko. kíkja á hana og svo held ég að Die Hard sé líka í einhverju smára eða sko, þannig að ofbeldis jólamyndinar halda alltaf sínu en nú er þetta í bíó sko. Nei. Heyrðu, viltu þá Er það ekki skrúfa bara? niður þessu? Já, og Aldís- ég var búin að segja að við ætlum ekki að vera með þótt á annan jólum Nei, við erum búin að tilkynna það og við erum eins og alltaf undir verndavæng Tomma í Regus í fundarherbygginu Júpiter þar sem allt er til alls Já, finnst þið ekki flott aðstæða? Þetta geggja fundarherbyggi Það ekki? Jú, Þetta er geðvikt sko. virkilega notalegt hérna og svo náttúrulega fyrir aldrei reynt á hennar frábæra hraðsöguketil sem er frammi fyrir núna Já, Já, það er loks. þannig Var ég að víja það sem getur rekus? Já, Þannig að það var aldrei reynt á hjá gestum okkar sko. Nei. Hérna, ég hugsa að sé nú alveg stýming alla daga hérna Já. hjá fólkinu sem er hérna sko. Ég get allavega sagt öllum framtíðagestunum ykkur að hann virkar, ekki vera feiminn Nei. Nákvæmlega Aldís, við erum ekki dæla þakklítir þér fyrir komuna Takk fyrir komuna já, og bara og gangið vel í öllu í framtíðinni Takk og, sem er Við munum örgulega fá það aftur í heimsókn. Já, Áður en yfir líkur já, ég er alveg til í að koma aftur Ég er alveg til, hver veit, kannski verður þetta reglulegt kannski verði ég hérðan af alltaf í einnir jólumynd Já, Á gæti verið. hverju ári? Er það ekki? Já, Ég held þú að það ef er ég að get gera komið hingað í lokin þá held ég svolítið til í það Er það ekki? Jú, Herru, er það ekki bara tóttu? Jú. Það er ekki bara slöfið Já, ég segi Bara- gleðileg jól. Gleðileg jól gleðileg jól